og tökum fyrir kosningu í velferðarráði. Þá er lagt til að Elín Sigurðardóttir taki sæti Þorleifs Gunnlaugssonar í ráðinu og að Gísli Garðarsson taki sæti Elínar Sigurðardóttir sem varamaður í því ráði. Þeir borgarfulltrúar, viltu taka til máls áður en atkvæðagreiðslu? Já, þá hefur borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir óskað eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þær kosningar sem hér eru að fara fram eru tilkomnar þar sem að varaborgarfulltrúi Þorleifur Gunnlaugsson hefur ákveðið að hefur sagt skilið við okkur í Vinstri grænum og hefur ákveðið að fara í framboð með dögun. Ég vil nota tækifærið og þakka honum fyrir samstarfið á kjörtímabilinu en jafnframt taka fram að það sem að gerist núna í velferðarráði er að við erum að eyðileggja eðlileg kynjahlutföll inn í ráðinu. Í mjög litlum borgarstjórnarflokki Vinstri grænna er mjög erfitt vik og sérstaklega þegar að karlkyns varaborgarfulltrúi hættir með okkur og því óska ég eftir þetta hefur gerst einu sinni áður tímabundið að við erum ekki með ásættanleg kynjahlutföll í ráðum og nefndum og það var líka vegna okkar, við vorum að víxla þá vegna fæðingarorlofs. Núna eru 3 mánuðir eftir af kjörtímabilinu og ég óska eftir því að einhverjir, mér sé sýndur skilningur við þessar aðstæður. Það má vera að einhverjir aðrir flokkar geti mögulega skipt út í velferðarráði til þess að tryggja þessi kynjahlutföll en ef ekki og mér skilst að velferðarráð hafi farið ansi illa á kjörtímabilinu, það hafi verið mjög mannaskipti, að þá gætum við kannski snúið blinda auguna að þessu í þá 3 mánuði sem eftir eru á kjörtímabilinu. Mér þykir þetta leiðinlegt en svona er staðan hjá okkur og ég vildi bara gera grein fyrir því og koma hreint fram. Það er borgarfulltrúi Sólveig Tómasdóttir lokið máli sínu. Við förum í kosningu og leggjum til að Elín Sigurðardóttir taki sæti Þorleifs Gunnlaugssonar sem aðalmaður í ráðinu og að Gísli Garðarsson taki varamaður sæti í stað Elínar Sigurðardóttur. Þeir sem að samþykkja þetta vilja gefa merki. Það telst samþykkt samhljóma.